Guð ég þrá að velja við fætur þína í dag. Hjálpa mér að velja að þjóna þér sérhvern dag. Guð ljósið þú ert sem lýsir mér, þau farin dimman dag. Þú ert hjá mér, ég vil gefa þér mitt hjarta og sál. Guð í hjarta mínu tendraðu bál. Kom þú helgur andi með spurningu himnum frá. Ná og elsku drottins, gef flæði hans hásæti frá. Guð ljósið þú ert sem lýsir mér, þau farin dimman dag. Þú ert hjá mér, ég vil gefa þér mitt hjarta og sál. Guð í hjarta mínu tendraðu bál. Ég vil gefa þér mitt hjarta og sál. Guð í hjarta mínu tendraðu bál. Guð, ljósið þitt lýsir mér á jörðu og á himni. Ljósið þitt upplýsir mig, orðið þitt leitar mín og tekur sér bústað í hjarta mínu. Þannig sendir þú mér anda þinn sem leiðir mig. Ver þú með okkur svo að við séum með þér í dag og alla tíð. Amen. Ég býð ykkur hjartalega velkomin í þessa Guðþjónustu. Athöfnin er tekin upp og færð ykkur heim í stofu í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Vegna þess að ráðningatíma mínum er nær lokið, þá langar mig til þess að eiga svolitla stund með ykkur. Við skulum byrja á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn Jesú, frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist. Að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Skapa í mér hrein hjarta, ó Guð, og veit mér stöðugan anda á ný. Skapa í mér hrein hjarta, ó Guð, og veit mér stöðugan anda á ný. Varpa mér ei burt frá augliti þínu. Takk ei þinn heilaga anda frá mér. Veit mér á ný fögnuð þinn og gleði, að ég megi með fúsleik þjóna þér. Við skulum biðja. Almáttugir góði Guð, gef þú að vilja okkar sé ávallt helgaður þér og við þjónum hátign þinni af einlægu hjarta fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn vor,
sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Fyrri ritningalestur þessa sunnudags, sem 7. sunnudagur eftir páska, úr Esekiel og hljóðar þannig. Ég mun gera við þá sáttmála þeim til heilla, og það skal vera ævarandi sáttmáli við þá. Ég mun fjölga þeim og setja helgidóm minn mitt á meðal þeirra alla framtíð. Bústaður minn verður hjá þeim og ég verð þeirra Guð, og þeir verða þjóð mín. Þjóðirnar munu skilja að ég drottinn sem helgar Ísrael, þegar helgidómur minn verður ævinlega meðal þeirra. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Síðari ritningalestur úr fyrra Pétursbréfi og hljóðar þannig. En endir allra hluta í nánd, verið því gætin og algáð til bæna. Umfram allt hafi brennandi kærleika hvert til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. Verið gesturlýsin hvert við annað án þess að mögla. Sérhvert ykkar hefur fengið náðargáfu. Notið þær og þjónið hvert öðru eins og góðir ráðsmenn, margvíslegra náðar Guðs. Sá sem talar flytji Guðs orð, sá sem þjónar sýni að Guð gefi máttinn til þess, verði svo Guð vegsamaður í öllum hlutum fyrir Jesú Krist. Hans dýrðin og mátturinn aldir alda. Amen. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér drottinn. Guðspjall dagsins úr Jóhannesar guðspjalli og hljóðar þannig. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi þér frá föðurnum, sannleiksandinn útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Þér skuluð einnig vitni bera því að þér hafi verið með mér frá upphafi. Þetta hef ég talað til yðar svo að þér fallið ekki frá. Þeir munu gera yður samkunduræk, já, sú stund kemur að hver sem líflætur yður þykist veita Guði þjónustu. Þetta munu þeir gera af því að þeir þekkja hvorki föðurinn né mig. Þetta hef ég talað til yðar til þess að þér minnist þess að ég sagði yður það þegar stund þeirra kemur. Og vers vikunnar hljóðar þannig. Jesús segir, og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga allan til mín. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, lof sé þér Kristur. Jesús hönd mín ég set þér í síðu, svo sem Tómas þá efast ég við. Í þeim djúpu og dýrmætu undum, þeir mín vantrú ég sé,
Við skulum biðja. Eilífi Guð, við þakka þér fyrir eilífa varðveislu þína, umhyggju og kærleika til okkar. Þökkum að við getum lagt allt okkar traust á þig því að þú hefur sagt að þú munir vel fyrir sjá. Styrkja þá veikbyggðu, lækna sjúka, leiða þá viltu og hugga þá sem syrgja. Vertu með okkur öllum, í Jesú nafni. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði vorum og drottni Jesú Kristi. Það hefði passað betur í dag ef að ritningalestra dagsins hefði verið í öfugri röð. Nú uppstigningardagur nýliðinn, Jesús farinn til himna og varðar orð hans hljóma í eyrum lærisveinanna. Endir allra hluta í nánd. Verið því gætin og algáð til bæna. Já, endir allra hluta, sagði Jesús. Hann sagði lærisveinunum ekki hvenær hann kæmi tilbaka, en hann sagðist ætla að koma aftur. Og englarnir sem stóðu hjá þeim þegar Jesús steig upp, sögðu að hann kæmi aftur á sama hátt. Myndi koma niður úr skýjum himins. Og opinberunarbókin lýsir endurkominni þannig. Hann kemur í mætti og mikilli dýrð. Eftir að lærisveinahópurinn missti meistarann frá sér hafa þeir vafalaust verið áhyggjufullir. Þeir sem höfðu fylgt Jesú eftir urðu nú að taka stjórnina og sjá sig sjálfur. Þeir höfðu fengið fyrirmæli að nota náðagáfurnar sem þeim höfðu verið gefnar. Fara til Jerúsalem og bíða. Frá uppstigningadegi til hvítasunnudags 10 dagar. Þeir hljóta hafa verið mjög lengi að líða. Í Guðspjallinu segir Jesús að hann muni senda heilagan anda þeim til hjálpar. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi þér frá föðurnum, sannleiks andinn sem gengur út frá föðurnum, mun hann vitna mig. Þér skuluð einnig vitni bera því að þér hafi verið með mér frá upphafi, sagði hann. Hann skildi þá ekki eftir eina, en þeir þurftu að bíða. Eins getum við þurft að bíða þegar við biðjum Guð hjálp. Við biðjum kannski á síðustu stundu og viljum fá hjálpina strax. En Guð veit auðvitað best hvenær rétti tíminn og hvers konar hjálp við þurfum á að halda. En við vitum öll að það erfitt að bíða og lærisveinarnir biðu í 10 daga. Jesús lagði mikla áherslu á kærleikann. Hafið brennandi kærleika til hvers annars, því að kærleikur hylur fjölda synda, sagði hann. Kærleikurinn umber allt og breiðir yfir allt, sagði Páll í Korinthubréfinu. Sá sem hefur mikinn kærleika fyrirgefur af öllu hjarta. Í bæninu okkar Faðir vor biðjum við Guð að fyrirgefa okkur vorar skuldir. Það er að segja, fyrirgefa okkur það sem við höfum gert rangt. Og hjálpa okkur svo að við getum fyrirgefið þeim sem gera illt á okkar hlut. Það er að fyrirgefa vorum skuldunautum. Sá sem á kærleika á auðveldara með að fyrirgefa og sá sem fyrirgefur, honum verður fyrirgefið. Forsenda góðra samskipta er að geta rætt vandamálin, fyrirgefið og þegið fyrirgefningu af hjarta. Jesús sendi anda sannleikans til jarðar til að gefa lærisveinum sínu staðfestu og styrk til að vitna hann. Þeim beið mikil vinna við að breiða út boðskapinn og þeir fengu misjafnar móttökur. Þannig er það líka í dag. Boðskapurinn fær misjafnar móttökur. Við köllum boðskapinn fagnaðarerindi, en því fagna ekki allir. Ég sagði áðan að það hefði passað betur að hafa aðra röð á ritningalesturunum. Seinni ritningalesturinn fjallaði orð Jesú að endir allra hluta væri nánd. Jú, við vitum að allt endar einhvern tímann. Og Páll sagði lærisveinunum að nota náðargáfurnar við boðun orðsins.
sem góðir ráðsmenn margvíslegra náðar Guðs eins og það var orðað. Guðspjallið sagði að Jesús myndi senda þeim heilagan anda þeim til halds og trausts. En þá er komið að fyrri ritningalestrinum, þar sem spámaðurinn segir þjóðinni hvað Guð ætlar að gera í framtíðinni. Ég mun gera við þá sáttmála þeim til heilla og setja helgidóminn mitt á meðal þeirra alla framtíð. Bústaður minn verður hjá þeim og ég verð Guð þeirra og þeir verða þjóð mín. Það þekkja allir sköpunarsöguna þar sem Guð gekk í aldingarðinum á meðan Adam og Eva bjuggu þar. Þessi garður átti að vera bústaður okkar allra. Hann var plan A, eins og við segjum. En þegar maðurinn féll í synd, setti Guð strax af stað plan B, sem kemur svo vel fram í versi sem við kallum litlu Biblíuna. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð er enn með þá áætlun að búa hjá okkur, eða að við búum hjá honum. Hann fyrirgaf manninum að hafa fallið í synd og hann gaf son sinn. Það er að segja, fórn sonarins er gjöf til okkar. Gjöf sem hver og einn verður að þiggja persónulega. Guð einn sér inn í hjarta hvers manns, hverjum hann fylgir. Við erum því vissum að hafa nafnið Jesús stimplað á hjörtu okkar. Páll postuli orðaði það þannig: ef þú játar með munninum og trúir í hjarta þínu að Jesús er drottinn, þá myndu hólpin verða. Sá sem trúir mun búa hjá Guði. Dýr sé Guði föður syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Takið postulegri blessun. Náðin Drottinn vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen. Jesús, er ég nefni nafnið þitt, nálgast þú og bless